Já, velkomin í hádegisviðtal markaðarins á Stöð 2. Við ætlum að fjalla aðeins umfjöllun erlendra fjölmiðla íslenskt efnahagslíf. Það hefur færst í aukana með auknum umsvifum Íslendinga erlendis að fjalla sé aðgerðir þeirra og líka ástandið hér heima og hvaða áhrif það hefur á gengi okkar bæði hér heima og erlendis. Og til minni komið Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Kannski við byrjum á svona einfaldri spurningu. Hvað hefur verið gert til þess að upplýsa erlenda fjölmiðla stöðuna hér á Íslandi? Það hefur ýmislegt verið gert og ef við horfum kannski svona á heildræna kynningu á Íslandi þá eru þar ansi margir sem að koma að og í raun má segja að umhverju kynningamála sé heldur flóknara en góðu hófi gegnir. En ef við horfum á þetta út frá svona kannski því sem að stendur okkur nær hjá Viðskiptaráði, þá erum við að horfa á kynningu á íslensku viðskipta og efnahagslífi og þar kannski má rekja ákveðna sögu frá 2006 þar sem eða er reyndar töluvert aftar en það á mjög svona á örfáum árum þá hefur athygli eða áhugi erlendis á íslensku viðskiptalífi aukist gríðarlega og þetta er bara eðlilegur fylgifiskur þeirra svona alþjóðvæðingar íslenska fyrirtækja sem við höfum tekið áþreifanlega eftir. Og það sem að ég held við höfum ekki átt á okkur almennilega á fyrir en svona í þessari litlu krísu sem við lentum í 2006 var að við þurfum að sinna upplýsingamiðlun betur og þegar við lendum í frekar neikvæðri umfjöllun í kjölfar matsfyrirtækja en niðurstaðan matsfyrirtækja þá kemur það bara í ljós að innviðir hjá íslenskum fyrirtækjum, útrásarfyrirtækjunum og innviðir hjá hennu opinbera eru kannski ekkert almennilega tilbúnir til að taka við eða taka á móti þessar umfjöllun og ég held að það sé algjörlega eðlilegt að það hafi verið vegna þess að þegar hlutinni gerast hratt þá svona nærma kannski ekki byggja jafnhratt allt sem að þarf til að styðja við en þannig að það sem að svona gerist þarna vormánuðum er ákveðin áminning sem var brugðist reyndar mjög vel við en þegar við horfum á hluti eins og viðskiptahalla upp á kannski rúmlega 20%, við horfum á það að bein erlend fjárfesting íslenska fyrirtæki er cirka 1% af allir slíkri fjárfestingu í heiminum þegar við stöndum fyrir 0,004% af heimsbyggðinni, þessi 250 sinnum meiri en miðað við höfðatölu, við höfum svo gaman að að setja okkur í höfðatölu og það vinna til dæmis fleiri starfsmenn í Bretlandi hjá íslenskum fyrirtækjum heldur en svissneskum, eðlilega vakna spurningar og við þurfum þá að svara þessum spurningum. Ef við gerum það ekki, þá svarar bara einhver annar þeim og þá er eiginlega undir hælinlagt hver slík svör verða. Þau verða hugsanlega byggð á orðrómi eða mögulega rangfærslum. Það er kannski þar sem að við lögðum svona okkar vogarskálarnar 2006. En hverjir eru það sem að spyrja þessara spurninga? Er það greiningafyrirtæki, fjármálafyrirtæki eða fjölmiðlar? Það er í raun og veru allir þeir sem fylgjast með viðskiptalífi og þegar að þessir hagrænu mælikvarðar sem líta, ég vægast sagt, óvenjulega út fyrir Ísland, þegar það er sett í svona alþjóðlegt samhengi, þetta er svona eins og bara svona blikkandi ljós, býtum við best að fara að spyrja spurninga. Þetta eru fjölmiðlar, þetta eru markaðsaðilar, þetta eru þau fyrirtæki sem að hugsanlega í einhverjum viðskiptum við íslensk fyrirtæki, þannig að það er ómögulegt að segja nákvæmlega hvaðan athyglin kemur, en hún kemur ansi víða að. En hver er það sem á að sjá þetta kynningastarf? Eru það bankarnir sjálfir, samtök eins og Viðskiptaráð eða ríkisvaldið? Og svarið við þessu er já. Allir saman? Já, í raun og veru er ekkert hægt að setja kannski ábyrgðin á herðar eins aðila. Það sem skiptir máli hérna og það kannski endurspeglast í vinnu sem að forsætisráðuneytið setti á laggirnar núna nýlega skipan ímyndarmála á Íslandi sem tekur til þessara þátta. En það sem skiptir máli hérna er að við séum að segja söguna eins og hún er, miðla réttum upplýsingum, að stoppa í þetta upplýsingagat sem að hreinlega er Ísland og að það séu allir að segja nokkurn veginn sömu skilaboðin eða færa nokkurn veginn sömu skilaboðin og það skiptir engu máli hvort það eru fyrirtækin, hvort það eru hagsmunasamtök eins og Viðskiptaráð eða önnur hagsmunasamtök eða hið opinbera. Það er afar mikilvægt að menn sé að tala í sömu áttina og að þessi trúverðuð upplýsingamiðlun. En sko hvað með aðferðinar? Við höfum flutt fréttir af fundahöldum bæði í Kaupmannahöfn og New York, síðan er skýrslugerð og síðan kannski bein tengsl við fjölmiðla, svona hvað er þetta, svarið já líka, á að nota allar þessar aðferðir eða hvað eru árangursríkastu aðferðirnar?
ef við kannski bökkum og horfum á þetta út frá því sjónarmiði sem er kannski mér tamast út frá sjónarmiði viðskiptaráðs, þá höfum við nálgast þetta þannig að við erum að búa til upplýsingar, við erum í rauninni að rannsaka íslenskt viðskiptalíf og setja upplýsingarnar á aðgengilegt form. Það eru aðrir að gera það, Seðlabankinn gerir það og erlendir aðilar, OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gera það. En eðli þeirra upplýsingar er þannig að það er kannski aðeins þyngra í vöfum heldur en er heppilegt fyrir marga markaðsaðila sem hafa lítinn tíma. Þannig að það sem við erum að reyna að gera er að búa til aðgengilegar upplýsingar Ísland og svara þessum spurningum sem eru, frægasta spurningin er hvaðan koma peningarnir. Það er mjög auðvelt að svara henni, en svarið er tiltölulega flókið og þess vegna er auðvelt fyrir aðila erlendis að grípa til kannski of einfaldra svara. En síðan þarf að koma á framfæri þessum upplýsingum í gegnum í rauninni allar upplýsingaveitur sem við höfum tök á. Fundir eða ráðstefnur er ein af þessum leiðum. En við skulum ekki gera okkur neina grill það að einn fundur eða ein ráðstefna eða ein frétt í erlendum miðli gerir hér gæfi munin. Það sem skiptir máli er að það sé svona samræmd nálgun á þetta, að það sé verið að senda svipuð skilaboð, og ég held að það sem við erum að sjá núna í svona ákveðnum viðsnúningi á umfjöllun er að gríðarlega mikil vinna, bæði eins opinbera og aðalega á vegum viðskiptalífsins, er að skila sér núna. En til dæmis svona fundur eins og var haldinn undir Kaupmannahöfn, það kom upp umræða eftir hann að það hefði lítil umfjöllun verið það efni sem þar fór fram. Já, ég held að við getum dregið töluvert mikinn lærdóm af í rauninni því hvernig var fjallað þann fund og kannski með þá vísan í hlutverk og ábyrgð fjölmiðla í þessari fréttamiðlun af íslensku efnahagslífi. Þessi fundur var haldinn í byrjun mars af frumkvæði viðskiptaráðs og sendiráðsins, íslenska sendiráðsins í Kaupmannahöfn, skipulagði með nokkura mánaða fyrirvara til að bregðast við gagnrýni danskra að þeir fengju kannski ekki nóg af upplýsingum. Það er nánast ómögulegt að meta árangur í stóru myndinni af slíkum fundi. En ef við horfum á tvennt sem við getum skoðað, eru hvað margir og hverju mætt á fundin og hvernig fréttaumfjöllun þar á eftir, þá kemur ljós að það eru 150 manns sem mæta á fund og það er mjög stór fundur í Danmörku. Það er af 100 manns úr fjármálageiranum og fjölmiðlageiranum, allir helstu fjölmiðlar. Síðan þegar við skoðum fréttaumfjöllunina á eftir, þá var bein útsending frá fundinum í TV2. Börsen og Berlingske gerðu fundinum ítarleg skil í viðskiptasíðum daginn eftir. Það voru viðtal við utanríkisráðherra í Politiken og í Dansk Radio og í raun og veru ef þú berð saman tóninn í umfjöllun síðan þessi fundur var og frá því áður, hann er gerólíkur. Það er eins og okkur hafi tekist að svara þarna ákveðnum spurningum. Markmiðið er ekki að fá sem mesta umfjöllun, þó hún hafi reynda verið töluvert mikil. Markmiðið er að fá rétta umfjöllun. En það sem er mjög athyglisvert, á meðan ég sit þarna á miðvikudagsmorgni yfir korflexinu og hóteli og les hóteli í Kaupmannahöfn og les Börsen og Berlingske, þá er fréttamaður sem skoðar umfjöllun þennan fund, greinilega ekkert sérstaklega vel vegna þess að hann kemst þar í niðurstöðu að hafa engin áhugi verið á fundinum og slær því upp í fyrirsögn. Örstuttu seinna eru tiltölulega ágætir miðlar hér á Íslandi búnir að taka þessa frétt upp að mínum að þetta er allt og gagnrýnislaust, spjallþættir reyndar einnig, og á svona cirka 12 tímum standa allir hérna á Íslandi í þeirri meiningu að Danir hafa engin áhuga á íslenskum efnahagsmálum allt í einu. Og það er í sjálfu sér ekkert mál. Það er í góðu lagi að Íslendingar haldi það. En það má velta því upp þegar svona skáldskapur verður að veruleika, einhver vitleysa verður í rauninni að veruleika í hugum fólks. Ef að hér umfjöllunarefnið hefði verið eitthvað sem skiptir raunverulega máli til dæmis stöðu íslensk fyrirtækis, þá hefðu við getað verið að tala miklu alvarlegra afleiðingar. Örstutt svar, þið eru ekkert að villa fyrir erlendum aðilum með þessari upplýsingagjöf? Nei, ég held að ástandið er slæmt. Ástandið er auðvitað mjög viðkvæmt. Það er engin að villum, aðalmáli er að koma réttum upplýsingum á framfæri. Það er klárlega munur á skynjun erlendis og hér og reyndar milli aðila erlendis. Þannig að þetta er ekki spurningum hverjir hafa rangt og rétt fyrir sér, heldur þetta spurningum að koma réttum upplýsingum á framfæri. Réttum upplýsingum á framfæri, látum það vera loka orðin hér í hádegisviðtalinu í dag. Verðum hér aftur á mánudaginn og þökkum fyrir.